Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld á Suðurland FM. Mikið rétt sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Við ætlum núna að fara í handboltan og það náttúrulega deildin í fullum gangi og í fyrstel kvenna þar búið að vera heilmikið fjör og það má segja það að deildin gæti ekki verið jafnari í fyrstel kvenna í handbolta þessa leiktíðina. K.A. Þór á toppnum með 27 stig, Fjölnir í öðru sæti með 26, HK í þriðja með 26, ÍR í fjórða sæti með 22 og FH í fimmta sæti með 21. Svo kemur Afturelding með 8 í sjötta sæti, Víkingur í sjöunda með 6 stig og Valur U með 8 stig. Ég kom með á línuna þjálfara K.A. Þór, Jónatan Þór Magnússon. Heill og sæll félagi. Blessaður og sæll. Ekki rétt hjá mig sagt að það má segja að þessi deild sé búið að vera alveg hrikalega jöfn? Jú, það má allan svona efri parturinn. Þetta búið að vera mjög skemmtileg vetur og kemur til með líklega ráðast bara hérna í síðustu umfyrunum hvernig þetta endar alls saman. Þannig að það ótt að segja það og 5 lið allavega og sem 8 eru bara gríðilega svipuð að geti. Þannig að þetta búið að vera mjög skemmtilega að tinga til. Okay. Fyrir tímabilið þá voru ekki allir svona par sáttir að það yrði fyrstel kvenna, þeir vildu haldið aft sömu deild. Hvernig lág þetta svona fyrir ykkur norðamönnum fyrir tímabil? Sko, ég get nú kannski ekki talað fyrir kannski alla. Ég náttúrulega kom frá Noregi hérna í sumar og ég hreinlega var ekki bara að mynda mér skoðun á þessu þegar að þessu varð en ég allavega held að allavega flestir sem ég hef talað við núna þessum eru viljandi liðir bara búin að vera mjög ánægð með þetta tekist mjög vel að mínu viti og þess að segja deildin ólísdeild kvenna hefur náttúrulega verið líka mjög jöfn og þannig ég held að þetta tiltak núna hafi heppnast mjög vel og úr varð miklu jafnari viðrigni núna í allan vetur sem bara jákvæð. Og K.A. Þór, þú náttúrulega kemur frá Noregi og vissur alveg hvað þú hefðir í höndunum þegar þú tókst við? Nei, ég verðum svo kannski líka bara játa því að ég hafði nú ekki alveg hugmynd og við svo sem líka K.A. Þór misti fullt af leikmunum fyrir þetta tímabil og voru mikið af stelpum sem voru með í fyrra í orðstildinu sem fóru í önnur lið fyrir sunnan bæði vegna skóla og annara orsaka. Þannig að við vorum með ansi þunn skipar þegar ég tók við sem í sumar en sem betur fyrir þá náðum við að draga á flot ef maður segir. Það nú ekki gamla kannski allar en það svona stelpur sem hafa verið í spila með K.A. Þór fyrir nokkrum árum sem hefur hætt, tók skóin aftur eins og Marta og Kata og fleiri þannig að við vorum heppið með það og svo náttúrulega erum við bara mjög efnilega stelpur sem eru ennþá í úlingaflokki, þriðjaflokki þannig að við kannski erum að koma sjálfum okkur ölliti óvart, það verður sér alveg segir. En svona það náttúrulega má segja það lengstu ferðalögin fyrir ykkur í alveg sama kortið hefur verið í ólisteild kvenna eða fyrstdeildinni? Já, þannig, það bara þannig. Við höfum verið að spila líka í vetur sem hefur nú kannski gert þetta ennþá merkilega kannski að við höfum alltaf farið að spila 2 leiki hver einustu ferð sem við farum suður, þannig að við höfum verið að spila á annarkot föstudegi, laugardegi, sunnudegi, þannig að við sem kannski ekki það kannski besta upp undirbúning að gera en það hefur gengið vel og við erum bara, eins og segi, við erum bara voða sátt að við höfum verið á toppnum, það er alltaf gaman að vera á toppnum en nú svo sem 3-4 leikir eftir, þannig að það getur allt gert að það. Hvernig með K.A. Þór samstarfið? Nú var eitthvað að vera að slíta því knattspyrnu megin. Hvernig fór það handbolta megin? Samstarfið, það svo sem hefur einhver samstarfið verið slíti, hvorki knattspyrnu megin í handbolta megin. Við erum að fóra á stað og satt best að segja held ég að þau mál eru bara í vinnslu og ég hefur eiginlega ekkert verið mikið að velta því fyrir mér. Við störum saman með K.A. Þór með kvennaboltanum við gert lengi og vinnum þennan vetur út frá því og fleiri upplýsingar annað höfum við ekki. Þannig að þetta kemur okkur lítið við þeir sem erum að eiga við handbolta megin, það er að segja kvenna megin sko. Þannig að það er gott að heyra það að það hafi ekki áhrif? Nei, það hefur engin áhrif, ekki einasta. Við erum bara núna að reyna að byggja lið fyrir norðan af stelpunum. Það hefur verið gengið misvel og hefur verið reynt mikið og allt það. Núna erum við bara með
við erum í 20 og hvað allir séð með 24-6 manna hópa þriðja og meistaraflokki, þá ein stelpa sem ekki frá Akureyri, þannig að við erum að byggja þetta upp á heimastúlkum og okkur finnst það bara skemmtilegt og erum stoltir af því. Og talandi heimastúlkur og heimavöllurinn ykkar, hann heldur betur búið að vera vígi, þið tapið aldrei leik á heimavelli? Nei, Hvernig stendur það á því? Nei, það er eins og þú sagðir, það er rosalega langt norður, þannig að það greinlega fyrir þessar rútuferðir fara eitthvað illa í sunnarliðin, allan að hafa gert í vetur, því að við höfum verið mjög sterkar heima og það svona hvað maður að segja, við höfum alltaf svona kannski reynt að hafa það fyrir norða, ég man því sjálf við varum að spila með K og því Akureyri, við það hefur hingað til alltaf verið erfitt að koma norður að spila og okkur hefur tekist, sem ég segir, vel að verja heimavöllurinn, við höfum það eitt að markmið okkur vitar að við ætlum ekki að tapa stíi þar og nú það þannig að við erum nálægt í markmið en eigum eftir tvo heimaleiki, þannig að við erum allan 5 leikjum frá því að verja allan á þeim markmiðum okkar. Þetta verða nú ekki auðveldir leikir sem þið eftir, þið byrjið reyndar að mæta Valur, en svo eigið þið IR, HK og Fjölni, þannig að það má segja að þetta eru svolítið mikið upp á toppbaráttunni að gera, þegar öll þessi lið sennilega reyna að stefna alla leið upp. Já, þetta eru einmitt liðin sem ef ég maður rétt voru spáð, þessi 3 lið sem nefndir voru spáð fyrir ofan okkur í töflunni í vetur, þess að þeirra svo kallar spáðan kom út og öll þessi lið eru mjög vel mönnuð af stelpum og við, eins og segja, þess vegna þetta nú svo merkilegt og skemmtilegt að raðast þannig að Fjölnir og HK og K.A. Þór IR eiga eftir að spila núna mikið innbyrðis, ef ég mann rétt, ég held allavega IR eftir að spila kannski IR ekki eftir að spila mótin af okkur, en annars þetta HK, Fjölnir, K.A. Þór að mætast í kross núna síðustu viðrugn, þannig að þetta verður bara rosa skemmtilegt og ég hugsa fyrir allar þessar stelpur, því að öll þessu stelpum mikið af ungum eða öll þessu liðin fyrir mikið af ungum stelpum sem að fá það núna kannski bara nokkuð stóra og mikilvæga leiki sem gríðilega mikilvægt fyrir þeirra feril og þá gildi ekki bara okkar stelpur, heldur líka stelpunar í hinu liðunum sem að fara núna í stóra og kannski gaman að fá smá umfjöllun þetta, þannig að ég held að þetta sé lærdómsríkt hjá þessum stelpum sem að fara að spila þetta núna sko. En segjum sér dæmi ef að K.A. Þór, Fjölnir, HK og IR eitthvað af þessum liðum ekki að fara svo upp. Þetta náttúrulega umspilsleikir og svo mæta liðinu sem neðsta sæti í Ólisdeild kvenna. Þetta ekki svolítið svekkjandi, hvað ekki erfitt að halda utanum eitt líki leikmenn, þá faraði það ekki Ólisdeilda liðin alveg að fulla á stað að reyna að stela frá okkur leikmennum? Já, þú segir það. Ég meina það hefur bara verið trendin hingað til að það náttúrulega sótt í leikmenn sem að skara fram úr allt það, en hins vegar það náttúrulega þannig núna og ég held að það sé hafi kannski sýnt sér vetur eins og Ólisdeildin núna, þá ákveðin kjarni leikmann að spila og þær sem eru kannski, það eru þeir leikmenn sem kannski ekki á fyrstu 10-11 sætunum hafa kannski ekki verið mikið að spila, þannig að það kannski þarf ekki alltaf að vera best að fara í Ólís. Ég alveg samfærið það stelpur sem að spila núna í fyrstu deildinni hafa haft mjög gott af spiltímanum og hefur kannski einhverjar verið þá að hugsa sér að fara eitthvað annað, en ég mjög rólegur yfir þessu, ég mjög rólegur yfir því sem gerist á næsta ári. Við erum bara allan hér hjá okkur og ég veit að ég þekki vel til þjálfarinn í hinni liðinu og þá það bara að vera aðalmarkmið að byggja upp stelpur og mikið af þessum þjálfurum sem að þjálfa í fyrstu deildinni líka með úlingaflokkana og þá held ég að við séum svona flestir í svona svipuðum vegferð að reyna að búa til góðar handbóltstelpur, þannig að við erum heldur frekar rólegir yfir því að Ólisdeildin fara að banka, það verður þá bara að hafa sin gang, sem þú segir sko. Aftur að hópnum þínum, hvernig svona hópurinn búin að vera upp á meiðsla að gera og fleira? Við höfum verið hingað til bara mjög heppnar eða við heppin með meiðsli. Það hef ekki verið mikil meiðsli á okkar hóp svona sem að hægt að tala um. Ég
9-13 eins og maður segir, en hérna við náttúrulega erum með mjög blandaðan aldur af leikmenn. Við fengum sem segir, þetta eru kannski 6-8 stelpur á meistaraflokksaldri hjá okkur sem eru hérna komu núna, voru ekki með hjá okkur í fyrra og allar þessar sem að spilu voru ekki með nema Steinin og eru 2 sem að spilu með okkur og að þetta hefur gengið vel upp á meiðsli að gera. Ég hérna enda líka, já, það hefur bara verið mjög heppin. Við höfum verið að missa náttúrulega eina og hérna, en ekkert svona, já, ekkert til að kvarta yfir, sem maður segir. En, já, svona, með hvernig hóparnir eru í fyrstdeild kvenna, já, eins og þið sem eru á toppnum, getið þið til dæmis farið beint í deildara bestu? Er mikill munur á deildunum myndirðu halda eða það er náttúrulega kannski erfitt fyrir að svara því þar sem þú komst bara frá Noregi núna? Já, en hins vegar náttúrulega, það er mikill munur á deildunum og ég held að gera allir sem að tala eitthvað annað fara með fleipu. Það er munur á þessum deildum og hérna það sýndi sér nú bara til dæmis þegar þessi lið voru að spila við úrvalsdeildarliðin í bikarkeppninni og fleira að hérna að það er talsverður munur en hins vegar þá ef þú ert með góðan hóp og öll þessi lið sem eru hérna topp 5 hjá okkur í fyrstu deildinni þeir sem fara upp myndi þurfa að bæta við sig, það er alveg klárt að þau myndi þurfa að fá styrkingu. Ég held að það sé allir sammála því að það er munur en hversu mikill munurinn ef maður segja að bæti við kannski 1 eða 2-3 leikmenn þá kannski horfir þetta kannski öðru sig við en við sem segi, ég hérna og horfi mikið náttúrulega sjálfur á bæði Ólistildin og þessa leik, þannig ég tel mig vera nokkuð dómbar það er klálega munur á deildunum, það er ekki spurning. Svona áðurinn ég sleppti þér þá ætla ég að fara aðeins í Ólistild kvenna, hvernig, já, finnst þér sú deild hafa farið svona hingað til? Sko, hún fyrstulega náttúrulega erum bara mjög spennandi og hérna og það er búið að vera mikið dramatík í þessari deild og mikið hérna, hvað maður segja, fréttir og það hafa verið að skipta þjálfara og hérna en aðalmálið er það, þessi deild er skemmtileg og svo deild er líka, hún er svona jöfn svona sem sagt í toppin og í botnin, þannig að úrslitakeppni sæti og fleira, þannig að og hérna, mér finnst til mér bara núna búin að horfandi á þessa leiki núna mjög marga í vetur þá finnst mér þetta bara skemmtileg deild og það eru hérna bara mjög góðar handboltastelpur sem eru að spila þessi deild og hérna, þannig ég er mjög gaman úlstildinni, þannig að ég er já, get ekki sagt annað, það er bara verið gaman að fylgjast með núna þegar fyrir að draga til 10. og þegar að fara að koma í úrslitakeppni og þá verður ennþá skemmtilega held ég að horfa. Og hvernig finnst þér svona, já, framtíðin bara í handboltanum hérna á Selfossi, hvenær megin? Á Selfossi? Já. Íslandi? Ég heyri ekki spurningan en að segja þetta aftur. Já. Og handboltin á Íslandi, hvenær megin? Hvernig finnst þér svona framtíðin, er hún björt? Já, klárlega. Það eru hérna framtíðin björt, það eru, eins og ég segi, það eru margar stelpur hérna sem eru að spila núna hérna heima sem eru fræðilega efnilegar og það verður gaman að fylgjast með því. Nú er 19. landslið að fara núna í undankeppni og hérna verður gaman að fylgjast með því svo hvað þeir standa gagnvart löndunum sem er að spila þar og reyna vonandi komast í lokakeppni við 19 og þannig að ég myndi segja það að framtíðin í íslenskum handbolta er björt og það er fullt af efnilegum og góðu leikmönnum að spila, þannig ég bara mér finnst þetta mjög skemmtilegt, gaman að taka þátt í þessu. Jónatan Þór Magnús að þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur sem allra best út leiðtíðina. Takk fyrir spjalli, takk fyrir líka. Takk sem blessaður. Já, það eru fullt af leikjum framöndan í handboltanum og það er hægt að nálgast þær upplýsingar inn á hsi.is. Nú handbolta í bili, við ætlum að fara yfir í borðtennis næst og línuna innan skams er hann Kári Ármannsson, 15 ára gamall Íslandsmeistari í tvenndarleik. Allt sem tengist íþróttum. Sportátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Í beinni á suðurlandfm.is.